Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum dag Alda Ósk. Hún kona sem hefur byggt sitt eigið starf í nánu sambandi við fólk og staðinn, nánatiltekki Egilsstaði, sem hún kallar heim. Og við ætlum að ræða í leiðinu við hana snirtifræðina, rekstur á Egilsstöðum og það hvernig mannleg tengsl verða oft stór hluti af vinnunni. Heil og sæl Alda og velkomin í Mjólkurhúsið. Takk fyrir að bjóða mér. Bara minnstamál. Það nú ekki hægt að klára eða fara í gegn þessa fyrstu séri á þess að fá þig í heimsókn. Nei, sammála. Ég það ekki. En áður við byrjum, mér langar að spyrja þig. Þegar þú opnar snyrtistofan morgnana, segast snyrtistofu Öldu á Egilsstöðum, hvað það fyrsta sem þú tekur eftir? Þegar ég opnar stofana mína? Já. Bara, hvað gaman í vinnunni minni? Mér finnst gaman í vinnunni minni bara á hverju einasta degi. Og það ekki lygi. Það rosalega, ég vil segja sjaldgæft. Náttúrulega við þekkjum öll hennar hugtakið ef þú ferð að vinna svo þú gaman og það aldrei að vinna aftur ævina. Nei, akkurat. Og jú, það koma náttúrulega erfið kaplar allt þetta. Já, það verður að vera. En samt, þetta alltaf skemmtilegt. Nákvæmlega, ég get sagt fyrir mína parta, ég held þetta að vera bara algjör mýta þegar ég var alastu upp. Þegar maður var sjálfur að byrja út blöð í borginni, fréttablaðið maður minn, því sálega. Og ég skal viðkynna þegar maður var búinn, það var alltaf mest gaman að maður búinn að byrja út böglapóstinn. Auðvitað. En á morgun að vakna klukkan 5:30 maður svona, Einmitt. Já, ég skil það nú vel. En ég allavega, mér finnst alltaf gaman að fara í vinnuna mína. Af því það líka bara svo mikið að skemmtilega fólki þar sem ég hitti. Þú hittir óbúslega mikið af fólki. Ég hitti mjög mikið af fólki. Já. Þetta alveg frábært. Já. En áður við fyrir kannski aðeins út í það, langar mér að fara aðeins aftur í tíman. Þú ert það sem við getum kallað Egilsstaðamær. Ég það. Ég uppalin hérna á Héraði og vil svo sem hvergi annars þar veri í heiminum en hér. Ég held að það sjáist nú alveg. En ég náttúrulega fór suður aðeins, bæði í sambandi við skóla og eins fluttu við suður aðeins hérna í kringum, þegar pappi fór í svona nám, meistaranám í húsasmíð, þá þurftum við til dæmis að flytja. Já. Vorum þar í Hafnarfirði fyrir 4 ár. Já. En hvernig var að alast upp á Egilsstöðum? Það var æðislegt. Já. Einhver munur sem þú sér eins og nú átt þú börn? Sér þú einhvern stóra mun, með þína og þeirra? Að alast upp? Já. Nei, kannski ekki mikill mun, það bara þetta frelsi sem maður hefur hér versus eins og bara búa fyrir sunnan. Það miklu meira bara svona, þú leiðir barninu bara frá út að leika og það ekkert mikið að spá í það, skilur það. Maður, það hefur eitthvað samband ef eitthvað gerist örugglega, eða þetta svona öðruvísi, Þetta svona eins og var eins og skemmtileg saga, smá saga. Endilega. En mér fannst gaman að því að það hringdi í mig niður á stofu. Hringir kona í mig og segir, heyrðu, ég með, það var elsti sonur minn, þá bara lítill. Hún segir, heyrðu, ég með soninn hann datt á hjólinu og meiddi sig eitthvað á hnénu. Ég tók hann bara inn og skellt bara plástur og svona og það allt í lagi með hann, bara vildi láta það vita. Og eins og þetta til dæmis, þetta myndi ekki vera mikið í Reykjavík next annars staðar. Í besta falli kannski litlu hverfi hann einhvers þar í jaðri borgarinnar. Gæti maður alveg trúa þessu. En ég reikna með því að bærin hefur nú einhverju liti breyst. Náttúrulega það fólki hefur fjölgaðina. Svona í þín megin orðing, hvernig voru Egilsstaðir á þínum uppvaxtar árum? Það ekki verið jafn mikið af byggingum öðrum með í dag. Nei, það ekki mikið byggingum og líka bara veðrið hefur líka breyst. Það var miklu meir snjór á veðurnar og það varstu svolítið mikið bara að leika þér í sköflum. Mánu eftir því þegar maður átti heima það sem fórum og maður hoppa hústakinu ofan í snjóin. Mínir krakkir dag bara varst að hoppa ofan á hústakinu, ofan í snjóin að það ekki svo mikill snjór í dag. Nei, ég man eftir þessu fyrir norðan Húsavík í kringum stjúpmóður mín og hennar fjölskyldu
bæði eftir að sé myndir og svo fekk ég einu sinn á mínum uppstra árum að prófa þetta. Já. Þannig að þetta var af sólpallin ekki á svölum, en aðeins lægra fall kannski. Akkurat. En hvernig eyddi maður með sinni mesta tíma þegar maður var krakki á þessum tíma? Á Egilsstöðum? Já. Sem krakki, það var náttúrulega bara út að leika, út að hjóla. Já, hverju leynistaðir og svona. Já, alls konar. Það var náttúrulega, mér svona minnist þetta var svona grunnur, svona húsagrunnur. Það var náttúrulega kannski ekki svona byggt hratt eins og í dag. Það var maður svolítið að leika sig í þessum grunni til dæmis, sko. En annars var maður bara mikið úti. Já, gætir ímyndað með náttúrulega húsbygginguna sem núna verið að reisa við Linnu Arjómokka og þar, Limstöðlum. Já. Gætir ímyndað við sæðum krakkar að leika sig þar. Ég held að krakkar megi ekki leika sér það. Það er náttúrulega fyrir utan, það var stranglega að banna. Það eru komin okkar regla gerir eitthvað það eru glenn. Já, það er margt búið að breytast á þessu. Já. En fannstu það að Egilsstaðir urðu snemma hluta af þér? Ég held að bara að Egilsstaðir alltaf verið hluta af mér. Eins og þau fluttum Hafnarfjörðina 4 ár. Já. Ég beið alltaf eftir að fara bara heim. Já. Og eins og því fór í skóla og var þess að vinna fyrir sunnan. Ég fann alveg, mér langaði ekkert að vera þarna fyrir sunnan, sko, en langaði líka bara að pröfa. Já. Vika sjóndeldarhringin og allt það. En ég held að það sé bara alltaf hluta af mér, sko. Fékkstu einhver svona kúltúrsjokk þegar þú fórst suður, þá annarkvort á uppeldisárunum eða þegar þú varst í námi eða? Það er náttúrulega alltaf öðru sem verður í bænum en hér fyrir austan. Þú hefur heppin að velja það Hafnarfjörð. Já, Hafnarfjörð var náttúrulega mjög vinnuleg bær og allt, sko. Það var alveg gott að búa í Hafnarfjörði. Það er það. Já, á hvað aldrei varstu þegar í fluttu suður? Var það á unglingsárunum eða var það fyrir? Hafnarfjörðin, já, það var ætli ekki verið svona 12-13 ára eitthvað svoleiðis. Já. 11-12 ára. Stíða inn í tánið, í táningsárin. Já, byrja í táningsaldrinum í Hafnarfjörðin. Já, vel gert. En fyrst við erum komin upp á unglingsárin, þá leikum við forun á að vita. Varstu þá farin að hugsa hvað þú vildir gera þegar þú erir stór? Nei, ekki þá. Við segja ekkert hvað mér langaði að gera. Engin leyndu draumur eða? Nei, nefnilega ekki, sko. Ekkert eitthvað svona, ekkert sérstakt, nei. Það er bara meira svona vera krakki og vera táningur. Já, njóta lífsins. Já. Hvað er þessu margir sem myndu hugsa í dag, fyrir okkur fullunarfólki, bara, ég er alveg til að fara aftur bara þurfa bara að fara upp með ruslið og fá mat og þurfa ekki að pæla fyrir húsalega eða húsnæðarsláni. Það væri náttúrulega rosalega gott, sko. Það er ekki markmið okkur öllum bara að ljúka því að við getum farið aftur þangað. Akkurat, ég held það. Ok, þannig að þú varst ekki alveg með á hreinu hvað vildi gera, en svo greinlega leiðir eitt og öðru og þú ferð í snyrtifræði. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég fyrir snyrtifræðina 2004. Aha. Þá var ég svona þar að höfður var náttúrulega ekkert ákveðin hvað ég ætla að gera. Nei. Vann svolítið sem fekk eiginlega sko fyrst vinnu bara í Fellabakari. Já. Eftir grunnskólagönguna. Ég hafði engan áhuga okkur bóklegu námi og var ekki alveg svona viss hvað ég ætla að gera. Fekk vinnu í Fellabakari, í gamla Fellabakari, sem var hliðin á Netto. Hvað er ég man ekki alveg. Póstur? Þessu Netto er í dag, eða? Nei, hliðin á Netto. Ekki í Klein... Já, á Egilsstöðum þá. Já, var Fellabakari á Egilsstöðum? Já, Fellabakari var á Egilsstöðum. Nei, það? Er ekki verkfræði stofa þarna? Það er náttúrulega erstana með hinu með planið, ertu með vinnueftirlitið og við minnir að sé, það er ekki Efla, þeir eru í litla húsinu. Já, allan Fellabakari var þar. Já, það þykir mér merkilegt, bakari sem ber nafni Fellabakari hafa verið staðsett á Egilsstöðum. En svo flutti yfir í Fellabæ, þar sem það var. Já, hana í húsinu, hana beint á móti, hvað heitir það? Nú er ég búin að taka það mörg viðtölu, ég á að vita hvað það heitir. Það sem verslunarfélagi var til húsa. Akkurat, þannig verslunarfélagi var til húsa. Og þannig að ég var allavega að byrja þar. Svo fekk ég vinnu hjá Auði Ingóls, Hótel Héraði. Já.
var þar í herbyggistrifum og þvottahúsinu. Síðan var mér til fyrir að vera í svona morgumatnum, sjáum hann. Það er stór ábyrgð. Það er stór ábyrgð. En svo far ég bara svona á svona þjónavaktir. Já. Já, á Hótel Héraði. Ótrúlega skemmtileg tími, það var mjög gaman. Síðan fyrir suður og í eitthvað svona alls konar afgreiðslustörf hann meðal annars að þjóna út í Viðey og fæ svo starf hjá Hótel Esju, þarna á Sauðlauksbrautinni. Það var að vera að breyta því hóteli í Icelandair Hotel. Það var eitthvað svona, stutt eftir aldamótin sem það er að gera, sko. En ég sérst vann þar í örgleitt 2 líka. Já. Og ferðu þá í námi meðan verðt fyrir sunnan eða? Nei, svo bara einhvern veginn í einni kaffipásunu þarna á Hótel Esju, þá heyri einni stelpu vera eitthvað að tala um þetta nám, skrási þetta nám. Það er eins og kom bara svona bing, ljósapera fyrir ofan hausinn, bara eitthvað, þetta langar mig að gera. Þau eru reyndar mjög skemmtileg þessi ljósaperu augnablik. Nefnilega, þetta var eitt af mínum ljósaperu augnablikum. Já, eitt af mörgur reiknaði með. Og þannig að þú skráðu, þarftu þá að sinna, þetta er kent bara fyrir, hvað er ekki fyrir sunnan og norðan, eða er það kent fyrir austan, eða? Snyrtifræðin. Já. Nei, það er bara kent núna í dag, bara í FB. Já. Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Þetta 2004, þá skráði mig Snyrti Akademían sem var einkarekin skóli. Já. Hann er þetta hættur í dag og þetta er bara kent í FB í dag. Já, ok. Þetta er miður. Vantar meira nám. Já, hvernig, við erum kannski að fara úr einu í annað. Nú er ég forvitin, fyrir þá sem eru þá menntaðir í þessu. Já. Er vöndun á starfsfólki, nú er ég kannski meira hugsað þvertu við landi frekar en kannski staðbundi eins og okkur. Já, það er alveg vöndun á snyrtifræðingum, finnst mér. Þetta er, það mætti bjóða upp á fjarnám, til dæmis. Eins og fyrir, stelpur hér, fyrir austan, að fara að læra snyrtifræðina, þú ert alltaf að flytja suður. Og það er bara dýrt í dag. Það er bara, þó svo þú komist inn í stúdentíbúður eða hvað það er. Já. Þetta er ekkert að færi hvers og eins. Nei, alls ekki. Og það er mikil vöndun. Ég hef oft bara verið vandræðum að fá snyrtifræðinga vinnu til mín. Já. Og það er bara sorglegt að þetta er ótrúlega skemmtilegt nám. Já. Og margar sem vilja fara í þetta. Og þetta er miklu meira nám en fólk heldur líka. Ég skal alveg trúa því. Náttúrulega, nú hef ég komið og verslað þjónustaði nokkru sinnum á mínu tímanu fyrir austan. Já. Og ég skal viðurkenna þegar ég fór í fótsnyrtingu hjá síðast. Daman sem tók á móti mér, ég veit ekki, ég man ekkert hvað hann heitir. Nei. En þegar ég sá bókhaldið sem fylgdi, þá horfði ég bara á hann og ég spurði náttúrulega, hann liggur við spjörunum úr. Já. Og spurði, og fyrir hvað er þetta? Fyrir þetta? Og hún sagði, þetta er bara þetta eins og gagnabanki, bara þannig að þú kemur aftur þá eigum við til sögu. Já. Ég hafði, í mínum vitleysisgangi hugsa bara, þau koma og bara þau búsa og gera fínt og svo bara er ekkert verið að pæla mér í því. Nei, akkurat. Og það er bara í þessu námi, þetta, bara svolítið fyndið. Fólk heldur bara eitthvað, ertu ekki bara að mála og svona eitthvað, gera fínt eitthvað, bara, jú. Auðvitað. Meðal annars. En eins og náminu, þú ferð alveg bara mjög djúpt í húðina, Þú lærir húðlaugin, þú fyrir anatómuna, uppbyggingu vöðva, beina. Þetta er bara, mikið nám sem að þú þarft að leggja á þig, að læra. Og eins og þetta, meta ástand húðar og bara neglur og fætur. Þú ert að meðhendla þetta allt saman og svo kannski þá þarf að benda og fara þá eitthvað lengra eins og það læknis eða fótagerðarfræðing, skilur við. Þú ert alveg að vera svona, þú þarfst að vita ýmislegt, Já, ég reiknum með að flestir á þessari jörðu viti það allan hér á landi að húðin náttúrulega er okkar stærsta líffæri. Jú, þannig að það er ekki hægt að fara illa með hana. Nei, alls ekki. Þannig að þessi. En varð eitthvað við, nú erum búin að tala svolítið námið og fæið og þetta, hvað var það sem heillaði sérstaklega við þetta?
þetta frekar en þá eitthvað annað? Eitthvað annað þá nám? Já. Bara held ég að vinna með fólki held ég. Það skemmtilegt. Það alveg svona eins og því ég var mikið að þjóna, hvarla mér farið þjónin, að þá ertu líka að vinna með fólki, fattaru, og en svona alltaf bara vaktir eitthvað sem henda ekki og annað, en þetta eitthvað eitt af því sem að svona, þú svolítið svona, hvað maður að segja, þú fær fólk og það svona, verður bara svona eflir svona sjálfstöðstu þeirra líka þú kemur, þú líka bara svona sálfræðingur þeirra og þú tala við fólkið og það ótrúlega skemmtilegt já. Það svona bara, en það kannski ekki, sko, nú vil ég ekki með sleggjudóma en kannski ekki svolítið kannski steinpilir rétt eins og ég hárgræslu fólki þið fáið slúðurinn ligguð fyrstar jú fyrir þetta alltaf sögurnar sögurnar, það það sem gera lífið gott en heldur betur áður við ljúkum þessu ferli, þessu tímabili þessu út að læra og annað ná langar maður að spyrja, var eitthvað sem þú lærðir í náminu þá eða fæinu sem þú gleymir aldrei? Í fæinu eða náminu þá bara eins og einhver staðrend eða eitthvað sem verstir af í huga þá sem snirti fræðingur Sko, það náttúrulega það sem við vinnum alltaf með, það bara húðin stærsta líffærið og það ótrúlega mikilvægt líffæri algjörlega það bara, þú veist, húð ekki bara húð þú þarft að húðgreina fólkið vita hvaða vörur þarft að nota þú veist, það bara rosalega mikið á bak við húðina það bara, þú veist, þetta alveg hellingur, það engin eins húð alls ekki. Það munur á fituþurri og rakaþurri húð. Fólk veit það ekki, tekur bara eitthvað snirtifurur, virkar ekki, ok, þú veist, það þarf alveg svona, greina húðina. Sko, við drengin allan ef ég tek það sem ég þekki og hafa alveg með mér, við erum voðalega einfaldir. Við förum bara í bónus og finnum hann all in one. Það var mjög þægilegt og ekkert að hugsa með svo frúin sko með hárnæringuna og hinanæringuna og þetta 4-5 brúsar sem maður sér og maður veit alla hvað hver gerir Akkurat En svo það næsta skref, þú klárar námið kemur þá beint heim í framhald af því eða? Já, eiginlega þá ég búin að fá nú að vera ekki en nei, það langar mér náttúrulega bara að fara heim jú. Og bara eiginlega strax eftir námið þá flytti ég heim þá var ein snyrtistofa sem ég fekk vinnu hjá Já, það var svona stofn snyrtistofa hér að þið Já, voru 2 þá Nú Jeps, það bara þannig en já, ég sérst fæ vinnu hjá henni hún hætti svo bara stuttu seinna Já og eiginlega hinn stofan líka, hún hættir líka rekstri. Hættir nú. Þannig ég stóð bara alltaf ok, hvað á ég að gera? Mér langar ekki til Reykjavíkur. Þannig þess að 2 stofur loka og þú nýkomur heim með gráðuna og það kannski kveikjan og upphafið að þú opnar snyrtistofuna öldu? Bara eiginlega, þá var alltaf svo smekkitt mikið hana í bóði nefnum bara að hella sér í djúpu launa sko og bara fara í rekstur þá var ég ekki nema bara þá var ég hverja að ljúga ég ætla ekki svona 26 ára eitthvað svo leis ég var bara krakki finnst það vera krakki já, manni þykir það í dag já samt maður þegar maður var á þessum aldri sko, ég kem hingu östu 25 ára þá var maður alveg gífurlega fullorðin sko ég veit það þannig finnst það og svo horfum við þetta bara glimti hugmyndinu vinnur Ég opnaði bara snyrtistofunum mína í febrúar 2007. Já, bara í góð ærinu. Í góð ærinu og það líka alveg saga að segja frá því þegar ég fyrir í bankana og byggðist lán fyrir reksturinn mínum. Mér vantaði náttúrulega bara tæki og tól og vörur og annað sko og búin að setja svona netta áætlun sko, við svona ekkert alveg hvað ég fór út í. Nefnum hvað ég fyrir að labba milli bankana og þeir eru að bjóða mér allt. Sko, einn bankin sagði mig, já, ok, þú ert að hafa rekstur, þú ert náttúrulega búin að vera námið það ekki, þú ert að reikna laun í 1 ár, vantaði ekki bíl? Ég alveg, jú, auðvitað, og ég kem bara til fóreldrarna minna, bara, heyrðu,
það hefur að bjóða mig svona lán sko, bara bíll og áslaun og bara ég var með peningamerki í augunum. Jú. Bara og þá sagði pabbi minn, hann segi, já, ég skrif undir lán fyrir þig, bara fyrir því sem þið vantar, ekkert auka, og ég var bara, þú varst ekki sá. Já, ég var pínu fúl, sko. En sem betur fer, Já. þá bara tók ég lán fyrir því sem ég þurfti. Af því að eitthvað rúma ári síðar eða 18 mánuði síðar kemur hrunið, sko. Þannig að það eiginlega bara lukka að ég tók bara þetta litla lán. Þetta eins og með, ég minnist nú oft, afi minn heitin var alltaf með þau varnarorð, náttúrulega var múrari og vann mikið og við erum að tala þennan tíman 2007. 2007, fyrirlega 2008 þá mann maður þegar maður var sko dregin í vinnu hjá honum litla barni þannig að þvingaður í þræla vinnu að kenna mann að vinna. Akkurat. Það var nú einhver innanmaður sem kom og sagði, heyrðu Einar minn, hvað volast á gömlum bíl, akkur ferði ekki bara í bankan og bara þeir láta pening og þú bara rúlar út af nýjum bíl seinnipartinn. Einmitt. Og þá komu þessi heillaár sem ég hef nú sjálfur reynt að lifa eftir eins mikið og ég get að hann þetta var maður sem sagði ekki oft mikið sko og hann sagði já og við skulum kalla þennan inn að maður bara Jón söguna vegna sagði Jón minn það nú bara þannig að ég vil nú bara eiga hlutina sem ég með. Akkurat. Þannig að ég staðgreið á helst. Einmitt. Og ég skal viðurkenna að heyra þetta ungur aldrei, þetta móta mann alveg. Já. En fær mann þá líka til að hugsa þetta því að það svo auðvelt eins og þú segir í þinni frásögn að reikna sér laun í ár á láni. Já. Jafnvel að reikna lán fyrir afborgunum fyrsta árið. Akkurat. Og svo ef allt fyrir koll keyrir þá bara hvað maður að gera þá? Akkurat. Skelli lás. Akkurat. En þannig að þú opnar þá og hefðið heldur þá kannski þessari þjónustu í okkar litla samfélagi. Já. Hvað var það sem kom þig kannski mest og óvart þegar þú varst komin í rekstra hlutverkið? Hvað mikið að gera? Já, þeir hefur það eitthvað mikið að segja það. Og sko, nei, og það nefnilega ótrúlega magnað, hvað það var bara frá fyrsta degi. Og það hefur alltaf verið mikið að gera. Já, bara eins og til dæmis COVID-tímabilið. Ég vissum að fólk kemur ekkert núna eftir COVID svona mikið. Aldrei mikið að gera. Hrunið, það er bara það verður ekkert mikið að gera eftir hrunið. Fólk mun ekki leyfa sér þetta og veita sér eitthvað svona þjónustu. Aldrei mikið að gera. Já. Það magnað. En það sko, þetta kannski líka orðið að nýta þá þjónustu eins og þú veitir í dag. Þetta ekki bara orðið svona, ég vil ekki segja sko lífsveitni, sjálfsagður hlutur eða mannréttindi. Já. En þetta ekki bara orðið hluti af þeim lífsstaðli sem fólk vil vera í? Ég held það. Og fólk leyfir sér þetta. Já. Það leyfir sér að fara í fótristingu og koma í litaun eða andlismeðferð eitthvað svoleiðis af því þetta líka bara svolítið svona þín stund. Algjörlega. Þín núvitund líka að fara bara úr amstri dagsins að það kemur og sest í bekkinn og kemst bara svolítið svona, já, bara í smá núvitund sem ég held að sé nauðsynlegt fyrir okkur í þessari geðveiki. Bara hiklaust. Sko, þetta eins og með mína frú, hún kemur nú annars lagi í plokk og lit hjá okkur og ég hef svo gaman að hún ljómar alltaf hún kemur tilbaka. Akkurat. Þannig að ég alveg að finna að tengja við þetta sko. Já. Meðan ég kannski ofvirki, ég meiri í símanum með að taka símtölu með að skrætli sér í snýstingu eða annað slíkt. Akkurat. Og það líka það, leifa með þessum konum og bara, já, og líka köllum bara, það líður bara vel. Já, hygglust. Það bara svoleiðis. Ég vil í fótunum og svona konum finnst þið líta betur út, það eflir sjálfströsti, það bara svo miklu meira. En það sem þetta ber svolítið brátt að þú opnar snyrtistofuna var það þannig að þú upplifar að þetta væri þitt eða bara þitt fyrirtæki frá fyrsta degi eða tók það einhver tíma að vera alda snyrti fræðingurinn og aðal skvísan í þessum bransa á Egilsstöðum þetta? Nei, sko ég held þetta bara veri bara mitt frá upphafi bara verið mín hilla sem ég fór í námið og þetta bara greinilega átti að gerast. Já. Fara bara beint í reksturinn.
ég ætla var ekki að huga því þegar ég kláraði námið. Nei. Alltaf opna rekstur strax, sko. En þetta bara einhvern veginn, já, bara þróaðist svona. Það er bara lífið leiðir mann alltaf. Lífið bara, einmitt, leiðir mann í þetta. En fyrst við erum nú svona búin að ræða stofuna mikið, þá langar mér að heyra hvernig svona daglegt líf er þar. Á stofunni. Á stofunni. Já. Þannig að við spyrjum bara hvernig lítur venjulegu dagur út? Hann er svolítið crazy. Ég skal trúa því. Að þið er náttúrulega mikið að gera. Þannig að við erum náttúrulega bara, byrjum svona allavega eins og mótnana, bara að pína að preppa, undirbúa alla klefana, skoða bara hvað er framöndan allan daginn, hvernig er bókanirnar, svo er þetta náttúrulega bara mjög mikið að taka mútið fólki, svari síman, já, þjónusta, ráðleggja. Þetta er alveg bara, já, þetta er svona, þú veist, þú hittir rosalega mikið af fólki, ég var að mynda að taka saman sem mjög gaman að Þorrablótsvíkur núna í janúar. Já. Ég tók saman þá, sko, það er naglafræðingur með okkur, nuttari, þá komum nokkur skvísur og sunnan að brunga fyrir Þorrablót og svona. Þessi vika, þá komu yfir 250 bókanir. Já. Sem eru yfir 250 manns á einni viku. Og fyrir þá, já, við erum vantilega að tala um Egilsstaðablótið. Egilsstaðablótið, já. Sem er náttúrulega 600 manna viðburður. Já, já. Þannig að ég kalla það góða nýtingu. Það er mjög góð nýting. Og væntanlega fleiri sem vildu koma staðinn fengu ekki. Nefnilega. Þannig að þetta er alveg, sko, þetta er alltaf að taka móti fólki allan daginn. Það þarf alveg að vera svona, hvað maður að segja, það þarf alveg að reynd og fínt og svona, þú veist, þetta þarf alveg að vera svona pínu ábyrgð líka. Það er náttúrulega bara, þetta er, sko, náttúrulega við horfum kannski ferðarþjónustu megin í minni skilgreiningu í lífinu. Já. Ég reikna með þetta sé óbúslega líka mikil upplifun eða svona getur sagt að þið séu líka hálfgerðu upplifun af ferðarþjónustu þó það sé fyrir heimamarkaðin ekki þann erlenda. Akkurat. Og en er eitthvað sérstætt sem þú lærir fólk í starfinu eða í þú veist, nú er ég ekki að tala um að Pétur var að koma með nýja konu það kom svona persónlega alls ekki ég veist, bara þá er ég meina bara hið mannlega eðli já sko, fólk er alls konar og það kemur náttúrulega í alls konar aðstæðum þú veist, sumir eru bara í einhverju sorgarferli og maður þarf svona að hlúa að þeim einhvern veginn, fara varlega að fólkinu sumir eru bara að fara að gifta sig og maður upplifir sko þú veist, svona gleðinni kringum það líka, fattaru. Þannig að þetta er svona, já, þetta er svona alls konar að vinna með fólki. Það er svona, svo segið, þetta er alltaf svona, þú veist, maður veit svo mikið alla, þetta verður allir bara svona vinkonumanns eitthvað neginn, eða þú veist, vinimanns, af því að þú veist, mann er sagt svo ótrúlega skemmtilega og kannski persónulega sögur, að einmitt sumargangi gegnum krabbamenn, þannig að þetta er svona, hvað maður segja, maður gengur gegnum svo margt með fólkinu, að það kemur reglulega til manns. Þannig að, já, þetta er svona, já, þetta er það sem að gerir lífið og starfið skemmtilegt. Er þá, sko, nú langar mér að koma með spurningu sem er eiginlega hálfgerð staðhæfing. Er ekki eiginlega rétt hjá mér að meiri hluti viðskiptavina en séu konur þá? Meiri hlutin, jú, það er það. Þó að sé alltaf einn og einn pungur sem þvælist inn? Já, það hefur samt breyst, sko, síðustu ári. Hefur þessi mikið mun frá þau byrjar og til dagsins í dag? Eða? Já, það er mikill munur. Af því fyrst ég byrjaði, sko, þá kom eiginlega bara engin kallmaður. Þetta var svolítið svona, þetta er eitthvað, ekki fyrir mig eitthvað. En það er að breytast. Þeir eru alveg að koma svona í húðmeðferðir. Þeir eru að koma í fótsnýrtingu. Þeir eru kannski ekki mikið í vaxmeðferð með þannig, en einn og einn svona. En það hefur bara breyst sem betur fer. Þeir eru líka með húð og þeir eru með vandamálafætur sem það þarf alveg að meðhöndla. En það eru líka bara, já, gaman sjá svona breytinguna því þegar maður er að byrja. Sérstaklega svona, já, þessir eldri menn sem standa svona bara eitthvað, já, kona mín bóka mig einhvern tíma, standa svona margulega, já, ok, gera svo vel eitthvað, þú veist, og svo komur í fótsýrtinguna og þeir eru allsælir og bóka sig allt aftur, bara, herri, þetta var nú bara askoti fínt, sko, já, ég kannski fæ bara annan tíma, þetta er svo dásanlegt. Nei, sko, því ég man alveg eftir bara, þegar maður hugsa til, þú veist, allanum fyrir aldamót
þá var það þannig, þú veist, karlmann vartur svo sterkur og bara, ég þarf ekki ásvald og ég nota bara 1 in 20 hennar sjampúður bónus og Nákvæmlega, þarf ekki meir. Já, og nota hennar bara Gillette-sköfina. Akkurat. En sko allan kannski snúningspunkturinn svona varandi þessa umherðu, þessa líkamlega umherðu fyrir mín part, það var kannski þegar hennar Egill Gils kom fyrst á sjónasvið, þannig að kannski svona hálfa afasamt að minnast það núna miðaði hvernig þættinu voru við hjónin duttum inn á þættina sérna með mannarsíða þættina Já, á fyrstu tímendum þá horfðu hvort hann segi það mætti ekki birta þetta í dag Nei, sennilega ekki en ég man það að hann var allan mikil talsmaður þess að hugsa húðina Já, akkurat ég man rétt úr rökin eitthvað þá átt að þegar hann þá sagði hann að þegar ég fer á 11 mili þá húðu minn í andlitinu eins og barnarasmi en húðu þín verður svo gamall og ónýtur sandpapír Akkurat en svo kannski ég fóruðum eitt þú nú kannski búin að svara því og það náttúrulega bara sambandi við viðskiptavinni og sérstaklega þeir sem eru í mörg ár breytist það ekki mikið, verður meira vinasambandi eða nærðu að halda, þú veist, faglegu viðskiptasambandi á milli eða? Já, það, sko, svo líka á svo litlum stað að þá náttúrulega bara þekkja allir alla og einmitt og svona þeir sem búin að vera hjá mér í mörg ár, það bara það verður alltaf bara meiri vinatengsl einhvern veginn. Já. Og það eru gaman að heyra, þú veist, einhverja, einmitt, kannski fór erlendis, svo kemur næst til mig, hvernig var erlendis hjá þér, þú veist, það segja mann alltaf söguna, þú veist, þetta eitthvað gangi gegnum eitthvað, hvernig var þetta og svona, þannig að það alveg, þess að börnum mín segja, sko, því fyrir netto eða í bónus og ég segi alltaf hæfi alla, sko börnum mér alltaf, þekkir þú alla á Egilsstöðum, ég segi, já, ég held það næstu því alla við kannski ættum að setja og fót hérna svona sjálfshjálparhjól Akkurat sko Lilja neitar að fara með mér í maturferð eins og fyrir jólin eða þegar það liggur á bara þú býður út í bíl akkurat. Ég held að við sem bæða saman stað við sem að heilsa allt og öllum Akkurat, og spjalla og svona það svo gaman þannig að hálftíma búðferð verður 1,5 tími stundum en þá ekki svona kannski góð ályktun að segja bara að snyrtistofan verður svolítið smá eins og félagsmiðstöð hjá ykkur Já, það, svona vissuleiti þetta það og svo náttúrulega svo bara eins og maður þekki sjálfur þú ert væntanlega með mjög góðan hópa bak við þig starfsmenn jú, ég það sko ekki alltaf, ég stundum bara að vera ein og það mjög erfitt Já, hefur það skeið? Það hefur alveg skeið sko, við höfum oftast sko við höfum oftast verið svona 3 til 4 snyrtifræðingar ég var í tímabilinu 1 og það var rosalega erfitt, þá var til dæmis sko, það var með 3-4 mánaða bið bara í alveg sama hvað það var og það alveg pressa að vinna þannig í svolítið tíma þetta mátti ekki mikið út að bera, ég mátti ekki vera veik eða börnum vera veik eða það var óvænt einhver fundur eða eitthvað, það alveg pressa að vera alltaf bókuð svona ópasslega langt fram í tíman en oftast við svona 3-4 að vinna og ég bara mjög vel sett núna, mjög ánægð með starfsfólk og og það sérst einu á Neskustad. Þú ert náttúrulega með útibú þar. Ég með útibú á Neskustad. Já, og hvernig opnaður á Neskustad? Nú verð ég skammaður. Í Neskustad. Yes. Á Norðfirði. Akkurat. Það að hafa þetta 100% treynt. Já, og hvað séu, hvernig opnaður það? Ég opnaði þar sko ég minni að vera 2014 eða 2015 eitthvað svo leiðis, ég var ekki alveg búin að hugsa þetta út í ég minni, 2014 eða 2015 sem ég opnaði í Neskustad Hvernig orsakast það eiginlega? Sko, það eiginlega bara sko vantaði einhverja stór, það svo líka búið að byggja mig að opna Höfn og Vopnafirði, en ég meina ég bara 2 hendur sko Nú ferðu bara að gefa út sérleyfi. Akkurat. En eins og þegar konur komið til mig frá Höfn eða Vopnafirði, það alltaf bara, viltu opna líka snyrtistofu, okkur vantar svona þjónustu, en ég meina þetta bara segja vantar snyrtifræðinga, eins og hún tölum á hann, það bara svoleiðis. En hún vinnur þar sem snyrtifræðing og svo erum við oftast 2 til 3 hérna. Já. Og þú náttúrulega, þú fer mjög reglulega niður eftir
Já. tekur dag á dag, eða ekki? Jú, ég reyni það. Ég reyni að fara aðra hverju viku til hennar og bara hitta hana og hitta fólkið. Já, að gera, sko. Og Spurning. Þannig að það eins og þannig að þú situr þetta ekki auðum höndum. Nei, það er ekkert margir dagar sem við leiðir, sko. Nei, það náttúrulega, sko, nú erum við búin að ræða vinnuna og fyrirtæki kannski svona líkuvinnar eingöngu, en ég veit til þess að þú ert í öðrum verkefnum meðfram. Og og þú hefur verið mjög virki í það sem við getum kallað henni bara samfélagsmál. Já, það er kannski að því ég kann ekki segja nei, ég veit það ekki. Já, er það erfitt ekki að segja nei? Ég held að sé svo erfitt að segja nei, af því maður langar bara að gera allt eitthvað fyrir alla, bara já, ekkert mál, en jú, vissulega, ég haf beðin að vera á lista hjá Framsókn 2014, það kjörtímabil alveg 2018 og ég var þar sem sagt varamaður í atvinnu- og menningarnefndinni, þetta nefnd ekki ráð. Jú. Og breytaði í dag og var varamaður þar, varð svo aðalmaður í þeirri nefnd sem alveg þroskandi og skemmtilegt, sko. Og það eitthvað sem er hollt fyrir alla, það að fara í pólitík. Já, ég held það, sko, og líka þetta sko kannski hálfgert jarðsprengjusvæði sem að fara út í núna, en það svo oft, sko, sérstaklega kannski ég að vitna í reynslu mína á Suðvesturhorninu, en þegar fólk segir ríki þetta, sveitarstjórnin hitt, þú veist, það gerir ekkert sjálft, leggur ekki málefnumlið til þess að gera samfélags þetta betri stað kannski. Já. Á alls ekki alla, þeir eftir efnu og aðstæðum hjá hverjum einum. Já. En ég held að sé alveg rétt hjá þau, sko, hvort það sé pólitík eða í einhverjum félagsamtökum en slíkt, að það þroskar alla að fara og bara leggja sitt að mörkum. Algjörlega, og ég held að við erum með fullt af fólki á listurum hjá okkur, bara í Múlaþingi, sem að vill gera okkar samfélag betra. Það gott að búa hérna, en það alltaf hægt að gera aðeins betur líka. Já. Þannig að þetta líka, sko, hvað maður að segja, það svolítið svona hvernig maður orða þetta bent, það að koma kostingar, það má ekki segja þetta sko, þá kannski líka við svona að þú ert með á hugskun alltaf orða endaðu þú að lista núna fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar? Já, ég á lista, ég á Framsókn, ég í 19. sæti, sonur minn tók 7. sætið af mér. Já, elsti sonurinn. Talsvert minni líkur þú náir inn í sveitarstjórn. Í 19. sæti? Já, aldrei segja aldrei. Hvað veit maður í þessu lífi? En þetta ótrúlega, bara, þetta skemmtilegt og þroskandi fyrir manna að fara í þetta og eins og að sko þegar maður veit hvernig bara svona sveitafélag virkar, þetta alltaf bara svo reka stórt heimili. Þetta ekki það. Ef ekki til peningur fyrir ykkur, þá þarftu bara að skýra niður og forgasa á hlutunum. Já. Þetta ekkert annað og líka bara, eins og þegar ég mitt og sammenningunni, þá var ég aðalmaður í fjölskyldur og svoleiðis og þetta bara, það gaman að taka þátt í því, hvernig þetta var allt þróað og hvernig þetta var gert, ég held okkur bara tekist vel saman að þetta Múlaþing eins og með heimastjórnir í hverju byggðarlagi fyrir sig og þannig og bara svona vita hvernig batterið virkar. Já. Að það getur tuðað hver sínu horni, sko. Algjörlega. Við erum bara brjálar út í eitthvað. En það alltaf pínu, sko, bakvið fjármagnið sem að fær líka, skilur. Þú ert að svona, forgasa því. Ég skal alveg taka undir með þér þar. Það hvað? Fyrir sammenningu þá get ég viðurkennt að ég hafði ekki hugmyndum. Það bara fyrir mér, mér vantaði að bara pústa við bæ, þá bara ringt upp upp á bæjarskristofu og hann Andri svaraði og það var bara, hvað segirðu? Alltaf press og skemmtilegur og það bara, ég þarf að tala sem út af pressu. Já, heyrðu, það hann Pétur Pálsson hver, bara einhver. Akkurat. Og það bara, hann var alltaf að dempa maður niður fyrir maður bara svo upp erindið. En hvað það sem fær fólk til að leggja sitt að mörkum í hvort sem við segjum þá
hérna í sveitarstjórn eða bara öðrum verkefnum, svona á þínu mati. Hvað fær fólk til þess að leggja sitt í morgun? Já, hvað svona ef þú ættir auðs úr þínu viskubrunni? Einmitt, rosalega viskubrunnur, einmitt, alls ekki. En sko, hvað fær fólk til þess að, það er aðalega bara, sko, já, sko, þú veist, að tuða á réttum stað held ég. Já. Fattaru, að koma sína framfæri líka, þú veist að þú getur setja eldisborðið þitt og tuðað yfir hinn og þessi sveitafélaginu, en það er líka bara alls gott fyrir þig bara að fara á lista, bjóða þig fram og tuða á réttum staða. Já. Til þess að koma þess á framfæri. Til að fá breytingarnar fram. Algjörlega. Ég held að það sé bara óbúslega gott svona, þessi gott gullkorn. Já. Til að þarna. En aftur að Egilsstöðum, hérna, þá langar mig að spyrja þig, er eitthvað sko að þú horfir í dag eftir allt sem þú ert búin að gera, þú veist, í sveitarstjórn, í hérna öðrum samfélagsverkefnum eins og hérna í kringum eins og þjónustu samfélag héraði og eftir að hafa farið í rekstur, hvað finnst þér að mest breyst á Egilsstöðum, svona frá því að ef við reynum að nota frá sjónarmiði barnsins aftur, hvernig samfélag var þá og hvernig er í dag? Sko ég held að það er náttúrulega bara svona augljóst, við höfum bara stækkað samfélagið okkar, þá erum komin svona meiri þjónusta, þá kom meira svona af faglærðum líka bara í öllu eins og leikskólum og grunnskólum og þannig að ég held að eins og bara með samgöngur, flugvöllin og svona, það hefur allt bara, það hefur allt saman stækkað. Og bara svona, já, þetta hefur verið bara betur samfélag en það var. Já, og orðið faglegra að mörgu leyti. Já, líka það. En þá svona, ef við vindum okkur í seinni hlutan eða loka partinn, langar mér aðeins að skoða svona núið hjá þér. Ef ég bara spyr, hvernig lítur lífið þitt út í dag? Busy. Alltaf mikið að gera. Hvernig lítur það út í dag? Það er náttúrulega bara, þú veist, það er náttúrulega bara mikið að gera. Mikið að gera í vinnunni. Maður minn líka með rekstur. Þannig við erum náttúrulega með sikkurinn reksturinn og erum með okkar falli og dásalegu börn, ala þau upp, halda heimilinu og það er bara alveg nóg. Þannig að þú ert ekki verið að bæta miklu við á næstunni, heyri ég. Nei, þetta er bara alveg nóg fyrir okkur. Þannig að já, núið er bara þannig, við bara, og sko venjulegt fólk sko, bara vinnum og komum heim og sinnum börnum og hérna heimili og þannig. Já, og náðu einhvern tímann að hlaða batteríin eða? Já, við gerum það svona annars slagið. Það er alveg nauðsynlegt líka og algjörlega, hérna, má ekki gleyma því að hlaða batteríin. Alls ekki. Það hefur alveg gleymst en svo bara hleðum mér þetta bara. Farið þá út af svæði eða náið að stoppa og slaka á hérna innan svæðis? Eða? Já, sko, ég þarf náttúrulega ná manninu mínu af svæðinu og hann ætlar að slaka á, sko. Það er ekki bara heima og hafa kósí, sko. Það er lítið af því, en nei, við ferðum svolítið bara innanlands og erlendis líka. Já, það er nú lykilatriði. Já, það er það. Það verður að hafa gaman, annars er svo leiðilegt. Bara hygglust. En þá er það bara loka spurningin, og við erum kannski búin að hérna aðeins svona fara að dansa í kringum þessa spurningu, en þegar við hugsaðum Egilsstað í dag, hvað vonar það verði enn til staðar hér í samfélaginu eftir 10 ár? Egilsstöðum? Já, og sko, ég hef viljað efla okkur svolítið meir sem svona þjónustu og verslunarmiðja. Ég hef viljað náttúrulega sjá sko okkar flugvöllstækka, ég sé meira af erlendum þá ferðamönnum líka að koma, meira af beinu flugi og þá bara meira af þjónustunni. Þetta er svona mín svona sín einhvern veginn, eða þú veist, já, bara að allir sé voðalega hamingjusamir hérna, af því að það er svo gott að búa í Egilsstöðum. Það er alveg rétt, já, enda flestir, kannski við tölum rauðan þráð þessu þáttum sem við höfum byrt, þá sérstaklega tölum þá sem aðfluttir á svæðið. Þá tala allir gífurlega hlýtt hérað eða Austurlandi heilsinni
og hvað gott, þetta sé gott til góðu stæðlis alveg börn og hvað samfélagi gott og hvað samkenndin mikil. Hún það. Við höfum ekki mist hana frá okkur þó svo að það sé búið að fjölga fólki hérna á svæðinu. Alls ekki. Við erum alltaf svolítið svona heild hérna, finnst mér. Bara. Við hér spóðnir. Algjörlega. En Alda, takk innal fyrir komin í Mjólkurhúsið. Takk fyrir mig. Gangi vel með komandi verkefni, ég heyra að það verður nóg að gera. Heldur betur. Og takk fyrir að gefa tíma milli verka. Bara takk hérlega fyrir mig, takk. Það greinilegt að Alda hefur byggt sitt líf og starf að festu. Með trausti, nærveru og sterkri tengingu við fólkið og staðinn í kringu sig. Við þökkum Öldu Ósk kærlega fyrir samtalið, fyrir sögurnar og fyrir að gefa sér tíma með okkur á milli verka. Ef þú vilt kynna þér það sem Snyrtistofa Öldu hefur að bjóða, þá mæli ég með að kíkja á heimasíðuna eða hvað það bara á samfélagsmiðla og skoða þá frábæru þjónustu sem í boði. Mjólkurhúsið unnið í samstarfi við Austurfrétt sem við viljum þakka fyrir stuðninginn. Þangað til næst, takk fyrir að hlusta.